kvöldið. Góða kvöldið. Áhorfendur góðir og velkomin í úrvalsdeildina í Brits. Í kvöldi ætlum við að spila 7. og loka umferð áður en við byrjum í úrsláttarkeppni. Og ég ætla nú ekki að vera einn með ykkur í kvöld. Hérna með mér er Gabriel Gíslason. Góða kvöldið. Árgreiðslumaður, klippari. Þetta er ekki besti klippari landsins? Svo sagt. Já, ég held það sjálfa hreinu. Þetta er, nú ræðst þetta í kvöld, hverju fara áfram? Já, þetta verður skemmtilegt. Þetta verður áhugavert að sjá. Hvernig líst þið nú á stöðuna? Hún er nokkuð svona klýr, það eru 4 sveitir nokkuð, svona maður halda öruggar, Já. en það er nú bara samt ekki þannig. Nei. Málið er það að sveitirna sem eru í 5., 7. og 7. sæti, þær eiga alla séns á að komast áfram. Já. Það þurfa að vísu svona smá hjálp og lukku kannski, Mitt er alltaf betra. en fiskmarkaður djúpós, austanmenn, þeir eru að fara að spila í tíminn og vatnið. Og Já. þeir þurfa nú bara að vinna á með ykkur 20 impum eða Já. svo, sko. Þá eru þeir bara komnir upp fyrir þá. Mitt. Þannig að þetta er alls ekki búið. Í kvöld ætlum við að fá leik kvennalandsliðsins og málingar. Það verður skemmtilegur leikur. Já, við erum ekki búin að sjá dömurnar áður. Nei, mitt. Það verður gaman að fylgjast með þeim í kvöld. Fáum að sjá þær í kvöld. Leika listi sínar. Já. Það verður brálað. Og máling er svona, liggur þarna svona. Þetta er nú voðalega jafnt þarna 2., 3. og 4. sæti. Þetta er eiginlega öll með sömu stig, sko. Mitt. Mjótt á munum frá 4. upp í 2. sæti. Já, það er það. Infokapital leiðir þetta nokkuð öruglega svona. Já. 6 stiga fórustu. Mitt. En máling má nú ekki, þeir þurfa nú helst að fá einhver stig í kvöld, sko. Já, algjörlega. Til að tapa með 10 impum bara, þá er komin stór hætta. Mitt. Þannig að þetta verður mjög spennandi leikur. Já. Og ég bara, ég má spá eitthvað. Ég hef trú á kvennalandsliðinu. Ég ætla að segja þetta verður bara nokkuð jafn leikur. Kannski svona 12-8 fyrir málingu. Nei, fyrir skal ég segja, málingu. Já, þú spáir alltaf 12-8. Já, það hefur reynst vel hingað til. Já, hefur alltaf rétt fyrir þig, so far, so good, sko. Já, ég skýt á það. Ég má ekki að segja að verði bara eitthvað óvænt og ég ætla að svona segja bara 14-6 fyrir kvennalandsliðið. Já. Ég held að ég eftir að koma alveg rosalega mikið drama í þessa síðustu umferð. Það væri skemmtilegt að fá okkur almennilega loka umferð, sko. Já. Sannarlega. Já, síðan bara, sko, þegar þessu umferð er búin, þá fara 4 efstu sveitirnar áfram. Mitt. Og við bara byrjum strax næsta föstudag að spila undan úrslit. Já. Það verður spennandi. Já, það verður virkilega gaman að fylgjast með því. Það er mikið að vera í Britsunum. Já. Deildakeppnin að byrja á morgun. Mitt. Fyrsta deildin. Laugardag og sunnudag. Laugardag og sunnudag, já. Byrja klukkan 10, ekki satt? Jú. Það var sem að vilja fara niður og fylgjast með, þá var byrjað klukkan 10. Spila frá 10 til 6 á morgun. Já. Langur dagur. Mitt. Og svo sunnudaginn aðeins styttri. Já. Frá 4 leiki þá. Algjörlega. 5 á morgun. Algjörlega. Já, það verður gaman að fylgjast með þessu. Já, og svo helgin eftir, Íslandsmóti einminning. Já, það er nú svolítið síðan það hefur verið, ekki sant? Jú. Það er flott að það sé komið að stað aftur. Já, við spilum fyrsta Íslandsmóti einminning 1992. Já. Ári eftir og heimsmeistarar. Já. Og ég held að það hefði verið yfir 100 mann sem tók þátt í því móti. Já, vá. Það var svakalegt, það var spilað í Sigtúni, ef mann rétt. Já. Nú er ég ekki alveg klárað því. Nei, þú varst nú svo ungur, sko. Nú er ég að rifja upp mjög gamla tíma, sko. Ég man eftir það að Brittsambandið var í Mjóttinni. Já. Þá var því að verið kannski 5-6 ára því ég var þangað fyrst, sko. Eitthvað svoleiðis. Ég var að mála veggi þar og komum þangað. Það var. Það er ekki líka tilvalið fyrir nýliða og fyrir sem er að byrja að taka þátt í svona innvinning? Endilega, þetta er málið bara. Algjörlega, sko. Bara mæta og stökkva í djúpu lögin. Ég segi það. Brits er bara þannig, sko. Að gera. Þannig að ég mæli með fyrir nýliðara sem að vilja pröfa endilega að skella sér í það. Og ég var 19 ára gamall og var bara byrjaði að spila eitthvað, skilur. Já. Þannig að 1992, fyrst getur það haldið. Já. Og ég vann þetta mót. Og sama ári ég fæddist.
Já, pældi í því maður. Já, þetta Já. var rosalegt maður. Já. Það verður gaman að sjá vonandi kemur einhver ungur og vinnur þetta. Já, það væri skemmtilegt að sjá það maður. Já. Ekki spurning. Ekki einhverju gamli kallar eins og ég sko. Nei, nei. Gaman að fá einhvern ungan. Algjörlega. Já. En þetta svona það sem framundan hjá okkur. Já. Svo náttúrulega bara heldur úrvalsdeildin líka áfram. Já. Næstu daga, næstu vikur. Já. Og undanúrslitin átti að vera þessu tölum á næstu helgi ekki satt? Næstu helgi? Á föstudaginn. Já, föstudaginn, já. Þá verða sko. Já. Nú verða bara leikirnir spilar á sama tíma. Já, einmitt. Já. Já, sko, pörin sem við erum að fara að sjá núna, það hérna, við erum að fara að sjá hérna bandaríska konu. Já, Rosemary. Það er merkilegt. Já, það er það. Kvennalandslið Íslands. Já. Það er að spila saman hún og Svala. Hún og Svala og Addi og Já. Alda. Já, það verður skemmtilegt að sjá það. Það er nú búin að vera lengi í bransanum. Já, Addi og Alda. já. Algjörlega. Já. Það verður svona, já, það verður gaman að sjá hvort að Rosemary var að spila fyrir hönd. Já, einmitt. Það væri gaman að sjá það. Alveg til í dæminu. Einvaldurinn, hún Anna Ívars, hún valdi 4 pör og þær voru eitt af þeim. Einmitt. Og síðan á hún eftir að velja 3 af þessum 4 pörum í landslið. Já, einmitt. Það er ekki víst að vera valdnar en Nei. Nú segja hans í líklegt. Já. Sterkar. Algjörlega. Þannig að það verður gaman að fylgjast með þeim og lefa þeim að sanna sig að sinni í kvöld. Já, það verður það. Mjög svo. Já. Við spáðum þessu. Þú spáði 12-8 fyrir málingu. Já. Og ég var náttúrulega að þjálfa þetta aldrei svona fyrir nokkrum árum. Já. Ég verði að spáðum sigri. Já. Svona. Já, þetta verður hrikalega skemmtilegur leikur. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Og það er alltaf gott líka þegar það er svona smá ströggl á þeim. Já. Ef þú endar mótin vel. Já. Það getur verið gott fyrir næsta mót. Algjörlega. Þú veist, það kemur smá pepp í þetta. Mjög svo. Já, þú bara býður eftir að þetta hefjist, að leikur hefst. Já. Þetta verður bara spennandi. Já. En það sem er mest í þessari umferð leikur Tíminn og vatnið og fiskmarka Djúpavogs. Já. Og Akureyringar þurfa að vinna Grant Thornton 17-3, eða rúmlega það, helst 17,5-3. Einmitt. Og Hilton þarf nú að spila við Info, það verður nú eitthvað, Þannig að... Jæja, kæri áhorfendur, nú er leikurinn byrjaður og bara koma sér vel fyrir í sófanum og njóta þess að fylgjast með. Já, og komnir í fyrsta spil hérna. Og það er Norður sem hefur leik, hann á nú ekki opnun. Og Austurálfur dálítið langt frá því ég hef opnun. Já. Suður byrjar einu spaða. Nú er komið að smá svona ákvörðunartöku hjá Rosemary. 1 grand. Já. Doppl, 2 hjörtu. Já, einmitt. Spila kannski 2 spaðar. 2 spaðar sýnist mér. Persónulega hefði ég nú verið mest hrifinn af 1 grand. Já. Það er rosalega gott að koma á punktunum að bara 1, 2 og 3. Algjörlega. Ok. Saman með því. Nú er komið að Eiríki að melda við doppelinu og nú meldar hann 2 hjörtu á bara 4 lit. En við sjáum þarna að það er svona merki þarna fyrir aftan 2 hjörtu. Það þýðir að sögnin er ekki eðlileg. Já. Og þetta er það sem svona, við köllum svona yfirfærslur. Nú er hann að segjast eiga svona hámarkspass. Einmitt. Og allavega 3 spaða. Já. Og Makk á bara eitthvað lélegt, bara 12 púnta, hann slær bara af. Það er líklegt að sagnin degi bara hér. Já, nú er náttúrulega ekki alveg búin að koma spilunum af. Nei, ég veist að melda kannski 1 grand þarna fyrst. Já, og nú er 3 hjörtu ansi stór melding á svona marga tapslægi. Já, einmitt. Og lítur hann ekkert sérstakur heldur. Og ekki áttu fyrir 2 gröndum, það ætti að sína svona 19-20 púnta. Já, einmitt.
Hún vil að dobla aftur, það var nú vel lukkuð ákvörðun. Já. Hún getur ekki satt 3 lauf. Ég ætla að tippa á að Sagnir á 3 spöðum bara. Finnst þér að Norður eigi að redobla þetta? Já, ég er alveg sammála því. Já. Hann var alltaf góð sóknarspil. Einmitt. Enga vörn í lálit. Nei. Og nú ætti Suður að ekki að verjast í 3 laufum. Hann ætti að berjast í 3 spaða. Já, algjörlega. Ég býstu að Hrannar geri það. Já. Svona, maður veit aldrei, kannski á makkir einspil í laufi eða eitthvað og við getum staðið game eða eitthvað. Já. Þannig að hann sagði 3 tíkla í leiðinni, hvað gerist. Ég held að, hvað kannski segja 3 hjörtu núna, svona. Nei, hún fannst að búin að gera nóg. Já. Þetta deyr hér. Já. Og þetta er ekki bara svona egg og bacon. Jú. 2 og lauf, 1 á spaða og 1 á tígur. Já. Slestaði. Já. Hrannar fer ekkert að hækka þetta, hann er búin að gera nóg. Nei, herruðu, hann var ekki búin að gera nóg. Já, hérna, þetta var nú svona, þetta var kannski gott fyrir mótið að byrja. Já, einmitt. Ekki gott spil. Svona kannski svolítið keisla að lyfta 3 í 4 finnst mér hérna. Já, núna sérðu hvernig spilið er. Já, einmitt. Það er nú bara þannig, sko, eftir að taka Áskong í laufi, Já. þá verður Rósmari að spila hjarta. Annars verður hún þvinguð í hjarta og tígli. Já, einmitt. Og svo þegar hún fer inn á spaðakóng, spila aftur hjarta, þá á hérna Suður engin hjörtu til þess að búa til þessa þvingun. Nei. Þannig að núna er bara eitt í stöðunni, það til þess að bana 4 spöðum, það er að spila hjarta. Já. Nú getur bara Hrannar drepið þetta. Nú þarf hann viss að spila spaða ás og spaða. Já. Sem er ekkert ólíklegt eftir Sagnir. Einmitt. Það er ekkert svo margir punktar úti. Nei, einmitt. Venjulega, sko, þegar Vestur tvítoblar, þá á hann svona 17 punktar á lágmarki. Já. 16 kannski mjög góða eða... Akkurat. Já. Þetta er eitt af þessum spilum sem ég stundum nefnt, að nú er tími að stoppa. Já. Fara hans yfir spilið. Einmitt. Hvernig vinn ég þetta? Já, ég þarf að, til þess að vinna spilið, þá verður, sko, spaðakóngurinn gæti verið annar í austur, en þá er Vestur að tvítobla á 3 hunda í spaða. Akkurat. Það er ansi ólíklegt. Var að hugsa sko, hvað lá að spila tígul drottningu, sko, okkur kemur ekki bara í hjartasvist. Já. Að veita að Suður á trúlega 4 í tígli. Hún var mjög fljóta þessu. Þetta er eitt af þessum spilum, sko, kemur út með laufa á, svo blindur kemur upp. Já. Þetta er bara eins og, spilið er oft svona dálítið, flókið, að þar stundum að stoppa, bara yfir þetta allt saman. Já, nú fór hann niður. Já. Þess að þegar hann svínar spaða núna, þá getur Rósmari núna spila hjarta. Einmitt. Og þetta er kannski dálítið teknilegt, en það sem hún er að gera, hún er að eyðileggja þessum kvöldum skvís eða þvingun. Já. Og hún verður að gera það. Akkurat. Þetta er merkilegt, þetta er mjög teknilegt spil hérna í fyrsta spili. Já, mjög svo. Ég veit nú ekki Sagninar, ég hef ekki dvola hrifin af þeim. Nei, sammála. Hún gaf það tilbaka og núna bara rennur þetta upp í skvís. Það er ekkert annað að spila upp á. Nei. Þú verður bara að vona að Vestur eigi 4 eða fleiri hjörtu og 3 eða fleiri tíkla. Það voru skvís í hjart og tíkli. Já. Akkurat. Þannig að,
Þannig að þetta eru 7 impar til, Hrannar kemur til með að vinna þetta spil. Það ekkert annað að spila upp á, sko. Já. Nei. Og tekur hann bara 3 spaða og... Já. Og game over. 420 kall. Já. Og svo erum við að gaggrina 4 spaðasögnina. Sér hvað maður vitlaus. Já, ég nú samt sammálaðan að þið bara passa 3 spaða. Já. Þetta Já. Og núna kemur það sem við köllum squeeze-spili. Þetta svona icing on the cake. Það myndi kannski ígrunda aðeins hérna hjá Rósmary að ef hann spila 4 svona spaða hvor hann ætlar að fara að henda sér horfandi á blindan, sko. Bara náði ekki að... Nei. Þetta við erum að horfa allar hendur. Já, þetta við borðið. Algjörlega, sko. En... Við höfum að segja að þetta var nú bara glæstilegt spil. Já, þetta mjög svo, algjörlega. Þetta flott spil að vinna hérna game of squeeze. Mjög flott. Það eru 7 impar til málingu. Já. Ég byrja með látum. Þetta var heppilegt fyrir málingu, mjög heppilegt. Já, þetta var... Að þessi squeeze hafi komið upp þarna. Nú það hið eilíða. Er þetta opnin í austur eða ekki? 11 punktar. Svala opnar. Já. Ég myndi leggja til þeir sem eru svona að horfa á og taka sín fyrstu skref. Þegar taka svona aggressívar opnanir. Já. Horfa alltaf á hætturnar. Einmitt. Það mjög gott að vera oft í fyrstu hönd og opna. Já. Einmitt. Betra en í annari kannski. Já. Og svo hálitirnir, þeir eru dálítið sterkir. Teygja sig kannski aðeins niður í hálit, hjarta eða spaða. Já. Já, nú sýnur hún bara jafna hendi og lámasopnun. Komum bara 3 grönd, það kannski 2 tíkla geimkrafa. Já, og þetta svona, þú náttúrulega með engan punkt í hjarta. Kannski verið fræðilegt að fá 3 liti spaða hjá makker kannski og... Kannski að segja einhvers konar sögn og gefa áskorun með 5 lit utan hættu. Sko, málið það, sko, ef þú ert að opna á svona spil, þá þarf kannski að gefa áskorun á svona góða 12 punktar. Algjörlega. Þetta Einmitt. Jæja. Sko, spilið liggur nú, og spaðin liggur svona allt í lagi. Hann liggur 3-3. Hjarta liggur náttúrulega í engan slag fyrir sagnafa. Og laufi liggur illa. Já. Það flott að fá kannski dúka þennan slag og fá svo 10 gosa í gegn næst, eða upp með ásinn og 10 gosi. Já, sko, þetta Þetta fyrir... kemur bara spaða gosi og bara... Já. Já, við erum að dúka í spaðinu. Þá kemur bara 10 gosi í gegn. Já. Hún sem sagt 3 dán. Nei, einhvern nú sótt spaðan á undan kannski. Með 10 gosa í gegn. Með 7 tapslægi. Já. Ef það kemur 10 gosi núna, þá fer þetta 3. Já. Þetta svona eins og gengur að gerist. Þetta svona smá stillin í dag. Já. Það var líka svo mikilvægt að hafa, ef maður er að opna svona létt á 11, að hafa þá þessar áskoruna, að fara þá í gegnum þessar áskorunatýpur, sem mögulega geta stoppað ef að makkir er að opna á þessi spili mitt. Já. Eiríkur fann þetta og þetta, nú þetta spil ekki skemmtilegt fyrir sagnafa. Nei. Það engin slagir. Bara best að brjóta spaðan og... Já. Já, við sáum að 2 spaða fórum og 2 niður hinum megin. Það náttúrulega, sko, þetta svona smá stunguspil, sko, það suður stuttur í laufi og kannski kemur þar út og svo norður stuttur í hjarta. Já. Þannig að þetta verða 2 impar til málingar, þannig að staðan verður eftir 2 spil 9-0. Já. Þetta að fara 3 niður, það þessu bara lokið hér.
Já, ég get ekki ímyndað mér að Nei. þetta fari ekki 3 niður. Það kemur bara að spara Já. okkur. Drepa ás. Það kannski dúkka einu sinni. Það lítur nú í lagi að dúkka einu sinni með einspil í hjarta. Maður veit að Austur ekkert að fara að taka makkir á 5 hjörtu fyrir aftan. Nei, Austur ekkert að fara að taka einhverja milljón slægi hérna. Já. Þannig að þetta svona tæknilega flott hjá Eiríki. Já. Hann nú búinn að spila bridge í 40 ár. Einmitt. Hann kann þetta. Já. Hann klikkar ekki svona, sko. Þá býða 3 tígurslægir og 2 hjartaslægir. Já. Vörnin núna komið með 2 slagi. Já. Og eiga núna næstu 5. Já. Þannig að... Þeir ná sér 2 impa hana. Já, hann tekur núna bara hjarta kóng og spila tígur þrist sannlega bara. Makka sussa í gósan. Þá nú lítið annað fyrir Eirík að gera heldur en að halda áfram í tígul, ekki finna að spila laufi horfandi á þennan blindan. Nei. Okay. Þetta eru 3 niður og 2 impar, ekki satt. Jú, þetta 50, þess að á hinu borðinu þá voru 2 spaðaspilaðir sem náttúrulega samningu sem ég vildi að þú myndi endi í. Einmitt. En hann bara liggur svo rosalega illa, sko. Það er mjög góðu samning. Já, mjög svo. Og vinnur hann nú bara svona 8 hverjum 10 skipt og svo endar hérna 2 down. Svona eru oft hérna spila guðinir. Já. Þeir eru bara, og þetta er kannski munun á bridge og algjörlega skák til dæmis. Það er svo mikil heppnisfaktor í samningum. Nú á sagna við rest, 3 niður. 2 impar til málingu. Já, einhverju 4 spaða núna svona. Já. Svona næstu í staðan 12-8 eins og spáðir. Já. Mitt. Suðurafnar á Grandi. Ég skaði sé að spila aðeins veikara Grandi. Er ekki Eiríkur vanur að spila frekar veikur hann? 12-14 eitthvað svoleiðis. Jú, ég held það. Það er spurning þá sko hvort hann var Austurinn með ansi skemmtileg spil. Já. En hann er á hættu, hún er á hættu gegnum utan. Það væri nú ansi aggressíft að fara að dobla þetta til úttektar. Já. Þetta sé hann bara pass. Hjarta kongur út og spaðagósi og svo gefur bara slag, það verður vantar ekkert að tvísýna spaðan eitt. Nei. Þú gefur slag og spaða og einn á lauf. Já. Og svo ef við horfum á tígulinn, þá vantar semst ás 10 og 4 önnur, eins og við köllum í bridgeinu ás 10-7. Já. Og 10, hún er svo stórt spil þegar þú átt 9. Já. Og hún dettur í annan gang. Þannig að það er ekki tekt að fara að dána þessu spili. Nei. Þannig að þetta er að fara að standa. Ég þykir nú líklegt að þetta spil falli bara. Nei. Þeir fengi að spila 3 hjörtu í vestur. Það er áhugavert. Það giska á sagnir, það er eitthvað laufopnun og
kannski 2 spaðar eitthvað, 8 til Já, 10 já, kannski, eða 1 einmitt. spaði og dopp, pass og eitthvað, 2 hjörtu og 2 spaðar og 3 hjörtu og allir pass. Já, Kannski ekkert alveg fáránlegt, þetta var náttúrulega aðeins öðru í þessi tempó í þessu. já, Samt sko, og málið er það sko, norður, sko, þessi skipting að eiga 6 lit og 4 lit, já, ég veit þetta eru bara 8 punktar, já, en þetta er nánast opna Akkurat. gildi. einmitt. Að eiga 10 spil í 2 litum er alveg gríðarlega Já, sterkt í já. byrjus. Já, Og allavega sko að berjast í 3 spaða utan hættu Já, yfir 3 algjörlega, hjörtum algjörlega. sko, það er algjört að því að sko starffræðin í spilinu er þannig að 3 hjörtu standa, það er 140. já, Ef þú fyrir 3 spaða og fyrir 1 niður, já, það er bara 50, þá er Einmitt. það græða 90 kall. já. Þannig að við höfum nú að segja það að þetta er nú ekki kannski, Heldur rólaðsagnir hann að já, norður þarf að gera meira. Já, Suður náttúrulega var bara með sína 12-14 balans Einmitt. og ekkert fitt, sko. einmitt. Sannlega gæti ekkert gert neitt mikið meira. Þetta eru þá góð úrslit fyrir norður-suður. Þetta er málingar að taka hérna, er þetta ekki Þetta eru- 140 pluss 4 og 20, það er 560, það er 11. 11 impar, já. Já, Og þarna kom lykilspilið. En við sjáum sko, ef að tígull hefði ekki brotnað þá er þetta spil ekkert staðið, Einmitt. sko. akkurat. En á móti komin á spaðin gat legið og Já, spaðin lá náttúrulega 4-1. Já, þetta byrjar ekki vel. Nei. Það er nú aldrei þess að spýti lóan Já. og spátumum innrætist. 16-4 já. eða 14-6. Hérna sjáum við sagnirnar. Já, komu 2 spaðar, 8-10, doppl, eðlilegt doppl. Já, Góð veist nú 8 og einspil í Norður spaða. hefði nú getað sagt 3 spaða hann. 3 hjörtu, þetta var með einspil. Já, sennilega. Láta að vaða bara. En það er spurning hvernig það er spila 2 spaða. Er það bara veikt eða því þetta er nú frekar góð spil með við það, sko? Já, þetta er náttúrulega, ég myndi nú, eins og þegar ég sjálfur að spila, þá þýðir þetta hjá mér 8-10 Einmitt. punktar. Þannig að mér dettur í huga þetta þýðir það sama hjá þeim. Já, Einmitt. Hérna áður fyrir spilum en þetta oftast bara fárveikt. já, En svona, jæja, nú er komið svona, já, suður, en þetta er náttúrulega, er veikt grand. já, Ég heldur spila alveg örugglega 12-14 grand. já, einmitt. Þannig að það var ekkert að reyna við slemmu. Nei. Nei. Það besta sem kannski makri gæti átt, til dæmis segir mann eigi í 3 ása, Já, það eru 12 punktar, 3 hunda í hjarta já, og lauf drottningu, það er 14. akkurat. Þá ertu nú svo bara með svíningu upp á 7. Já, Þannig að það gat svo sem alveg verið slemma móti 12-14 punktar grandi. einmitt. Þá þarf ekki að eiga alveg hárréttu spilinu með þessa 12-14 og Já. það sé bara 4 hjörtu bara nokkuð eðlilegt sögn. Þetta verða væntanlega bara 11 slagir. Ég ætla að tippa að þetta spil falli. Ég Já, það komið hérna eitt fallispil núna. Já, sko, ef það kemur tígull, þá ertu með innkom á spaða kóng til þess að henda 2 laufum. Já, En ef það kemur spaði, já, þá getur ekki, sko, af því að tígullin er stíplaður, sko, það er Einmitt. drottning gósi stök, það vantar hund þarna Já. með, lítið spil með. Þannig að bæði spaði og lauf núna halda þessu í 11 slögum, einmitt. en hjarta og tígull gefur þetta upp í 12 slagi. Já, Lauf ás, flott hjá Svölu. já, og sagna við rest, 11 slæðir. Þá kom 9. Sem er kannski að vera að velta fyrir sér akkur Rósmar er að setja svona hátlu, akkur sem ekki bara fjarkan. Já,
Það er þetta sem við sko, þegar menn eru komin svona aðeins lengra í spilinu, þá spila með svona köll og frávísanir. Já. Nú hún að segja sem sagt með háu spili að hún vilji ekki fá litin áfram. Ef hún hafði átt til dæmis kóng 9 fjarka, þá hafði hún bara sett fjarka og sagt, já, ég ánægði með lauf. Og nú bara, þegar svona gerist, ég veit að mörgust á skrítið, þá er þetta ekkert spilað meir. Nei. Það sem gerist núna er það að Hrannar hann leggur bara upp og þess sem við köllum er að kleima. Já. Og að því hann átti náttúrulega, hann átti aukastlægi. Akkurat. Og þegar maður er að spila bridge-leiki þá fær maður tíma. Já. Og það er mjög mikilvægt því að sum spil eru svo erfið. Já. Eða koma svona spil þar sem þú átt bara rest á 1000 vegu. Já. Að þú ert ekkert að eyða tímanum í að spila spil. Þú bara sýnir spilið þín og segir ég á rest. Já. Og þetta er ekki sko dónaskapur að gera þetta. Sumir kannski myndu halda að vera að byrja að spila að þetta var eitthvað dónaskapur en þetta er bara gert til þess að spara tíma. Akkurat. Þegar erfiðu spilin koma. Jæja, eitt spaði núna. Þetta gengur nú bara ansi hratt og vel sko. Algjörlega. 2 lauf, 2 spaðar, 3 hjörtu, flott sögn. Og hækkar ekki bara austur í 4 hjörtu? Jú. Ekki bara alveg til og... Já. Kemur kannski við í 3 spöðum, gátt á marketu sagt 3 grönd. Það er nú ekki góð ákvörðun. Nei. Nei, 4 hjörtu, fín sögn. Þú veist að makk er á hámark 2 spaða, þú átt 3 og anstæðan er búin að opna og taka hund. Já. Og þetta hlýtur að vera góðu blindur. Ég á einhverja 15 punkta hérna fyrir utan spaðan. Og nú er komið að Eiríki. Já. Hann má ekki leggja niður spaða og það er bara game over. Já. Hér þarf hann að hitta á 10 lút. Hann kemur til aldrei út með hjarta. En eigandi hjarta ásinn þá spaða ásinn mjög riski útspil. Þeir eru alveg bara on fire. Já. Eiríkur og Hrannar sko. Já. Það fara bara á kostum hérna. Hún bara tekur Hrannar á ásinn. Já. Ég veit ekki hvað hann gerir. Nei, það var sérstætt. Með þennan lauflit í borðið, þú ættu ekki að ágjöra því að það frí eitthvað mjög skrítið að taka í ásinn. 6 slagar á lauf í borðið, þetta er náttúrulega bara afleikur. Ef hún ætti ástrótningu 70 í hjarta og ástrótningu gosa 70, þá spilir bara að gefa spilið. Já og nei, sko, ef það er þannig þá sennilega stendur alltaf spilið ef að sagna það var 10 kóng. Það eru spaða 1 og hjarta 1 og 10. Já, sko, hann getur ekki tekið trompið og laufið. Já, þú meinar til dæmis ef að ná einspil í laufi, já. Mögulega, já. Það er rétt. Ok. Já. Þetta... Einn niður. Þetta er líka hættulegt spil fyrir kvennalandsliðið, sko. Já. En ég er að segja að spaða ásinn út í þarna með eigandi hjarta ásinn sé mjög riski, sko. Já. Þegar þú heldur í hjarta ásinn sjálfur, sko. Mitt. Bara komið 10 lút og svo... Ég segi það. Svo kannski seinna getur þú tekið spaða ásinn. Það þarf samt alltaf að gera þessa hluti. Algjörlega, það er mitt. Maður hefur nú gegnum ævina gefið ímyndslegt spil en maður hefur svo eftir spilið hugsað hverju gerði ég þetta? Já, einmitt. Hverju spilaði ekki út tíkli? Einmitt. Þetta hafa allir britsarar lent í þessu. Já, algjörlega. Og maður kemur heim og er að skoða spilagjöfina og óðalega er ég vitlaus. Það er nú bara þannig. Þetta er hættulegt spil, ef við kannski að svissa yfir á hittborði og sjá hvað er að gerast þar. Nú,
þetta spil Nú fjall. erum við komið með nýja spilara. Það spiluðu 3 hjörtu. Já. Það Ekki bara taka eitt spil hérna. Unnuð þar ekki 4 hjörtu hinum megin? Nei, það gáfu 2 ása og 2 spil. Já, emitt. Akkurat. Emitt. Þú þurfti bara að vera þolinmóð með ástrotningu góðs spaða. Já, emitt. Já, má sjá aðeins núna. Við erum búin að sjá Rúnar og Guðjón áður. Já. Þeir eru ansi fljótir að spila. Já, þeir mega það. Og ég var að spila með þeim í sumar í Póllandi. Já. Þeir stóðu sig alveg frábærlega. Já. Þeir eru náttúrulega að vera mjög skemmtilegir. Emitt, þeir eru það. Svona sem félagar að fara út að borða á kvöldin og svona. Þá voru þeir að spila bara alveg. Já. Bara betur en ég og Bessi allavega. Já. Og Steppi og Helgi voru með okkur. Emitt. Sem eru í Grandsveitinni. Og þeir bara fóru alveg á koslum. Já, þeir eru góðir þeir félagar. Það er ekki spurning sko. Tvö grönd dálítið svona sterk sögn hjá mér. Ég held að sýni 22-4 punkta. Það vinnast 7 spaðar eins og þetta liggur. 9. Og nú kannski verður að spá í 3 hjörtu, akkur en að segja 3 hjörtu. Þetta það sem við sáum áðan, þetta eru yfirfærslur. Hjarta liggur 4-1, það skiptir ekki máli. Það skiptir ekki máli. Það banar allslemmunni. Og svo náttúrulega vantar drottningu, en bara komast í slemmi í þessu spili er rosa gott. Já. Og sko, nú er Rúnar að hugsa. Ok. Hvað er í 4 hjörtu hérna hjá honum? Sko, ef ég ætti að giska, þá væru 3 hjörtu yfirfærsla. 3 spaðar sýndu stuðning. 4 hjörtu er það sem við köllum á britsmáli last train, eða sem loka lestin, eða sem síðasta lestin. Sem það þýðir, sko, já, ekki fyrirstöðu í laufi og tígli, en já, kannski fyrirstöðu ás og kongi hjarta. Og eða þá bara svo marga punkta með langar í slemmu. Þetta er svona sögnin undir geiminu. Þetta er svona dálítið teknilegt, ég veit það. Ég myndi giska á það. Það er bara flott spil. Og Guðjón gat nú ekki átt betri spil. Hann átti bara óði í ásaspurningu á 0,1 og 5 laus sýnir 1 ás. Og nú kannski hljómar þetta skrítið hvað ég að tala 1 ás, en við erum alltaf með 5 ása í brits. Málið það að trompkongurinn, þegar spaði tromp hér, er 50 ásin. Akkurat. Þannig að ég var ekkert að rugla með það að austur ætti 1 ás. Nei. Og þá spyr hann næstu spurningu trompdrottningu. Austur segir 5 spaða, hann neitar henni og þá lætur hann bara 6 duga. Þannig að sennilega, ég spái því ef hann hefði fengið trompdrottninguna, hann hefði bara farið í 7. Einmitt. Hann veit við 9 tromp, en við viljum ekki vera í allslemmu með 9 tromp og hafa vantar drottningun. Einmitt. 3-1 breykið er líklega heldur en 2-2. 7 spaðar eru dán aðeins á 4-1 liðun í hjartags, ef hann hittir í spaðan. Já, af því að spaðin kemur ef þú hittir í hann. Já, einmitt. Hann fyrir aldrei að svína hér því að sko, ef að til dæmis hérna já sko þá sem alveg option að svína, þú græðir ekkert að spila 4-3 svo hérna. Nei, svo sem að spilir aldrei í hættu svo sem. Nei. Og kannski getur hann alveg svarið sig fyrir drottningurinn 3 í norður. Það kom náttúrulega út laug, þannig að þið hefur búin að brjóta út. Já, kom út laug, alveg rétt, alveg rétt, það var bara að brjóta út. Dák svínar hann aldrei. Nei, sko, já. Ég veit, ég veit það ekki. Hann er bara svo fljótur að þessu, sko. Þú bara að gera það svona. Já, og þær náðu ekki þessari slemmu. Nei. Þetta er svona algjör martröð. Já.
Gætu við fengið að sjá sagnir aðeins í 4 spaða? Nei, 2 tígrar, 2, 3, hjörtu, já, 4 spaðar. og kannski 4 spaðar það ekki, ekstra 22 og 4 litur. Jú. Þannig að kannski alltaf að kannski gera 4 grönd eða eitthvað. En kannski líka koma við í 4 laugum eða Já, eitthvað, staðið fyrir að vera eyðileggja sagnir svona mikið með 4 spöðum. Algjörlega. Jæja. Skulum taka annað spil á þessu borði. Hérna opna Argunur á sterk og grandi. Og Rúnar kemur bara inn á svona, engin gerfisögn núna, 2 spaðar. Hvað finnst þér að passa þetta spil út í norður? Sammála því? Já. Ok. Ég veit ekki hvað, maður getur ekki doblað þarna eða eru þeir að spila ykkur Lebensól eða Rubensól í þessu stöðu eða eitthvað skilur við? Já, en á móti kemur sko, þú ert með 2 spaða og doblið úttekt. Doblið byggði makkar að belda besta lið. Allir punktaninn fyrir utan spaðan. Já. En ég meina, en doblar, allt ekki bara þá með eitthvað, ef hún hefur vera með eitthvað skilur. Já, hún náttúrulega gæti átt sekt, sko, átt bara spaða. Já, einmitt. Og þá getur þú fengið 811 kall. Því að makkar, sko, við spilum engin sekt á dobb lengur, þannig að Suður kannski satt þarna með eitthvað Kongosa 50 spaða og gæti ekki dobla, sko. Það er að vona að makkar bjargi málunum. En á móti kemur þessi skipting, sko, 2, 3, 3, 5, sko, og 2 þríliti. Já. Endar oft í kannski vondum fittum. Já, einmitt. Rosalega erfitt, ég veit ekki hvað er rétt. Ég held að ég samt að loka augunum og dobla í svona stöðum. Einmitt. Sko, svo að gefa hann spaðaslag og það er ekki búið að brjóta tígulinn. Það var 2 dán í þessu. Gefur komið 4 að fara 5. slaginn á spaða og tígulási. Nei, nú hafa hann bara... Nei, ég er hjarta fyrir ekki, ég er hjarta stendur. Já, nú hafa hann bara rest. Já, afsakið. Hjarta alltaf stendur. Já, bara alveg frá mér. Bara... Þannig að þetta er þá +2. 10 slagir. Það hefði ekki tekist vel að dobla þessu spili. Nei, en kom inn á timmerspöðum og hættuna og hann væntanlega ykkur valjús þarna, sko. Og veist, gæti líka verið dýrt að dobla og fá makkir í eitthvað annað og fara svo 2 dán sjálfur, sko. Það er það. Það er alveg hárrétt hjá þér. En þetta endaði 2 og það er nú bara nokkuð gott spil. Þetta er nú... Að koma svona inn á timmerspöðum og hættuna til grandopni, það ertu nú ekkert að biðja að láta taka þig. Nei. Þetta er samt annað hættulegt rísöld. Já, einmitt. En hann má eiginlega segja að það að málning er algjörlega búin að tryggja sér í undanúrslit. Já, einmitt. Það er alveg samt hvað gerist hérðan af. Já. Þeir eru komið svo rosalega stóran sigur og þeir þurftu ekkert að vinna hennar leik. Sko. Þurftu bara eitthvað svona 10 stig þegar tryggja sér áfram. Og þeir voru í 3. sæti fyrir, hvernig var það? 4. sæti. En samt einhver 10 stig í fyrir. Já, einmitt. Akkurat. Þú sérstakt að Rúnar og Guðjón spila ekki yfirfærslur eftir laug sem að flestir svona toppspilarar landsins gera. En það er ekkert eitthvað sem þú verður að gera. Það er þetta bara deyr hér. Eða er þetta eitthvað, þeir eru að spila, sko, nú er ábyggilega að sína 15-17, sko. Já. Þá kom bara svona, þú átt 9 á móti 15-17, gefur bara svona plain áskorun. Og átt að taka henni með þessi spil. Já, er hann að sína 4 lit og 15-17? Já. Það er ekki bara að passa, búin að sína það með 15 passa með lágmark. Já, en horfum aðeins á spilin. Þetta er náttúrulega 6 kontról og áskongu blá. Já, einmitt. Höndin er dálítið pjúr, sko. Hún er svo rosalega hrein. Einmitt. Punktarnir, sko, á góðum stöðum og
En það á ekki að standa neitt game í þessu spil. Já, Laufey liggur, jú, það er rétt. Já, kóngurinn þetta annar. Já. Þetta var liggur vel þarna fyrir 4 spaða. Þeir fengu alveg fullt að impum í síðasta spili líka, fengu ykkur að 7 og hérna eru konir í ansi hard game sem að stendur. Það höfðu ekki marga sveitir unni málningu í þessum hann. Nei, alls ekki. Og takk alveg þvílíku geiminn og bara... En ég hef kannski meina samt að vera með lágmark 15 og 9 og veist það alltaf að vera bara í geiminni með lágmarki, þú veist. Já, svona kannski... Þá ferðu breyta án í 4 spöðum, það er nú ekkert... Sem að trúlega fellur hinum meginn, kannski með öllu réttur, sko. Já. Svona spurning að þú ert utan hættu, sko. Einmitt. Já, nú bara að fá yfirslag. Þetta liggur mjög þægilega. Já, það gæti nú ekki leið í þetta spili. Jú, litli honum gáttu droppað í flokki. Já. Það er nú verið svona í fairy tale. Já, einmitt. En þá er þetta bara komið í 11 slagi. Og annað mjög gott result til. Já. Það er ekki hægt að tapa þessu. Nei, einmitt. Og það er alveg unaðslegt líka að sjá hvað þeir eru fljótir að taka mann í bakkari þessi 2, sko. Akkurat. Ég meina, hvað er hann að gefa áskorun á? Er hann að gefa áskorun á einhverja, þú veist, 7-8 punkta eða um einhverja hámark, þú veist? Já, svona ef þetta er að sína 15-17? Hann er væntanlega að sína bara svona að því að melda engan lit á leiðinni. Já. Hann er kannski ekki að melda 3 tíkla, hann er ekki eitthvað með það. Það er... Ég sjálfur, sko, þegar ég er að melda svona, sko, þá þessi almenna áskorun, hún sýnir yfirleitt bara, þú veist, að ég á gott tromp. Já. Eða makki vil skjóta 3 grönd, til dæmis. Akkurat. Mér finnst það aldrei sniðugt. En það er hægt að spila alla svona sagnir bara sem að þú og makkinn komið ykkur saman að. Einn kostu við að vera ekki alltaf að melda svona liti á leiðinni, að þú ert stundum að hjálpa andstöðunni að koma út. Algjörlega. Og það er þessar sagnir, sko, að stökkva bara í geiminn og svona. Já. Það gerur oft miklu erfiðara, sko, í staði fyrir að melda alveg rosalega margar og rosalega svona flott kerfi og svona. Algjörlega. Það er ekkert alltaf best. Nei. Já, þetta, ég ætla að spá að þetta geti fallið þetta spil, þegar þú ætla bara að opna á Grandi og tölu 2 spaðar, 4 spaðar. Já. Það finnst mér líklegt. Fóru ekki síðastu föstudag 20-0? 20-0, jú. Við getum verið að fá það 2 í röð eftir að fengi fyrstu vikurnar hérna bara svona allt mjög jafnt. Já, akkurat. Þá er bara, nú fáum við flugeldasýningar. En því miður þá það bara á annan veginn. Það er nú gaman ef að kvennarlandslið tæki nú eitthvað spili. Já, algjörlega. Þetta bara sýnir að það þurfa bara að spýta í lóana og gera betur og æfa meira. Algjörlega. Fara yfir, hvað fór útskjöris? Akkur eru við að verja, svo spil í 3, akkur eru við að verjast í 3 hjörtum og meðan 4 spaðar er nánast bara bolleika í geim. Er eitthvað að spila matinu. Það er svo margt svona sem getur, akkur eru við ekki í slemmu í spili 6 og svona, skilur. Þú átt að fara tækla hlutina svona, ekki bara setja þetta bak við borðið eða rífast bara þetta og kenna öðrum bara tækla þetta og vinna í þessu og gera betur næst. Gætu við fengið að sjá hitt borðið? Já, við skulum kannski fara aðeins á hitt borðið. Það sé Rósmari og Svala. 2 spaða, 3 spaða. Já, við sjáum þarna munin, sko. Þarna ákveður Svala að taka ekki áskorunni. Hún á náttúrulega lágmark í punktum. En sko, punktar eru bara ekki allt. Stundum eru hendurnar og auðvitað gat þetta verið rétt því að þú horfir á báðar hendur. Þá er náttúrulega svo sem ekkert slæmt að vera í 3 spöðum.
Þannig að þetta var kannski svona aðeins, þeir hafa nú líka verið ansi svona, ég ekki að segja heppnir, en það er svona, þetta er svona aðeins legin með málningamönnum. Akkurat. Hvað er í gangi hér? Pass í norður. Einhvers konar veikir 2 eða ég myndi ekki opna á þetta. Hérna. Myndið þú opna á þessu spil? Í austur? Já. Það er kannski allir að opna tinglu múlti hérna, sína 6 eitthvað annað. Þetta er ekki nógu gott í mínu bókum. Nei. Áhættugen utan í annari hönd. Þarf bara eiga betri spil. Nei. 3 tíklar inn á og nú þarf sem sagt nú geti komið upp sko nú þarf Rósmar, já þetta var glæsilegt. Nú langar hann að segja 4 hjörtu en það þýðir ábyggilega passaði á hjarta, meldaði annars 4 spaða. Akkurat. En nú getur hún sagt 3 hjörtu og þegar Makki segir 3 spaða, sagt 4 hjörtu. Okay. Hún har sagt að þetta ganga núna 3 spaðar hjá Svölu. Nei, hún sagði pass. Já. Ok, kannski spilaðir, kannski rætt hjá þeim að dobla 3 tíklaðir meldaði liðtíðin og 3 hjört og 3 spaðar. Mögulega. Suður segir núna 3 grönd og ég vil ekki bara dobla Rósmari og 3 grönd. Halda það. Eiríkur mun aldrei sitt í því, hann flýr í 4 lauf. Þú veist að 3 gröndur aldrei að fara að standa. Nei. Þú áttu út með 10 kongi fyrir aftan og ás. Ég spáði að koma út hjartakongur. Ok. Hann fyrir ansi marga dáni þessu spili. Já. Það eru margir slagir í hjörtum. 10 slagir finnst mér. 6, 7, 8, 9, 10, það standa 4 hjörtu. Alveg sá hvað kemur út. Þá komið út tromp sem kemur kannski aldrei út. Þá kemur 10 drottning upp ás og tromp. Inn á, já, hvað ertu að pæla þarna? Já, við erum nú bara að reikna hvað þetta fyrir marga niður. Kannski spila spaða kóng núna. Þú ert að spila eins vonlaus á samning og til Og 10 slagi, geta ekki passa. Vörnin? Já. Og 4 hjarta og 10 slag og lefa á þessu kóng og spaða á sin. Já, ef hann spila spaða kóng núna. Sex, 7, 8, 9, 10. Er það ekki? Jú. Það er, 6, það er út að fá 9 og það er 3. 6 niður. 6 niður. Það er bara næstu í game utan hættu.
Ok, þetta endar þá 6 niður. Nú kannski fáum við að svissa yfir á hittborði og sjá, þetta geti verið eitthvað skemmtilegt þar. Já, 4 hjörtu. 2 hjörtu, veikir 2 í spaða, 3 hjörtu, 4 hjörtu. Það er 6 og 20 mútið 300, þá er það 8 bara í viðbót. Þannig að nú er komið leikun í 20-0. Staðan er 60-0 eftir 9 spil. Þetta er ansi mikið skor. Hérna opnar hann á 2 hjörtum veikum 2 í spaða. Veikt eða sterkt held ég? Nei. Jú, ég held það. Ég held að þeir sé að spila þetta. Þetta kemur frá okkur. Ég er að spila Sigurbjörn. Og 3 hjörtu er þá hvað? Það er væntanlega bara hjartalitur. Krafa með hjarta, myndi ég náttúrulega giska. Já. Já, 11 slagir. Þá er það 650 á móti 300, 350. Það er eitthvað 8. Já, jú. Þetta er rosaleg súla þarna. Nú sjáum við Rúnar fekk bara aftur veika 2 og nú opnar hann á 2 tíklum, það er hjarta. Einmitt. Guðjón með 6, hann myndi 6 í svörtulitunum. Eru þið með eitthvað meldingar fyrir þetta? Sko, eða gengur 2 tíkla pass? Við getum sagt 2 spaða. Já. Af því að 2 tíkla er ekki múlti, sko. 2 tíkla sýnir hjarta, sko. Einmitt. Þannig að 2 spaðar er bara eðlileg sögn. Já. Já, getum gert það. En það er krafa, sko. Makka má ekki passa hana, sko. Í hvort að hvað maður myndi gera með þessi spil. Kannski segja bara 2 hjörtu. Okay. 3 tíklar inn á. Kom ekki frá 5 tíklar? Pass og 5 tíklar. Ég held að. Eitt niður. Ég nefn að koma út lauf. Já. Þetta er dálítið, sko, það er ekkert alveg, sko, örugt að Guðjón kom út með hjarta í, með ekkert tromp, sko. Einmitt. Nú er Suður með ansi mikið að spilum. Heldur að Alda hækki þetta í slemmu? Með 17 punkta og spurning. 1 spil í hjarta og Makki reyndi ekki 3 grönd. Einmitt. Hljómar eins og þetta gæti nú bara passað í slemmu, sko. En nei. Spaðahás út. Það var að komið. Það var að komið. Jæja. Þetta var ekkert svo einfalt. Nei. Það var að koma hér út. Það var gott úrspil fyrir Öldu. Já. Já, þetta voru 8 impar í spili 9, þannig að málning leiði núna 60-0. En kvennalandslið á nú ansi gott spil núna. Getur verið að skora sína fyrstu impa. Ég var kannski að fara yfir á hittborðið. Kannski meira spenna núna að sjá. Það er nákvæmlega eins sagnir þar. Nú er bara spurning, Rósmari. Það er bara 1 útspil sem að banar þessu spili. Það er bara svoleiðis. Það er bara hjartatvisturinn. Akkurat. Svo kannski gæti Hrannar gæti hækka þetta. Ansi mikið að spila. Já, þetta er ekki óvænt.
Nú að hann bara lauf út, það bara gefur þetta spil, það ekki? Jú, sínst það. Þannig að nú þarf að koma út hjarta eða spaði. Já. Ok. Og núna verður að koma spaði. Nú komið að Svölu. Já, hún horfir á öll hjörtun. Og veit að Makki ekkert að fara að trompa neitt, sko. Það er bara 100% spaði tilbaka, sko. Hún horfir á það. Já, þessi laufslagur, hann ekkert að, veist, ef hann ætlar að spila laufi, þá liggur ekkert á því að taka hann eitt, sko. Það fá það alltaf á hann. Já, Makki að laufa og svo sagna og þrjáast í spaða, þá þarf að taka hann. Þetta nú ekkert alveg gefið að finna þetta. Nú svona það sem við köllum borðtilfinningin, eða ekki bara, já, þá lauk þessu. Þetta svakalegt. Þetta mikið áfall fyrir þær, en það bara að vinna í því. Halda áfram, ekkert að gefast upp. Þetta 13 einhver, þannig að staðan núna 73. Þetta sérstætt Sviss að halda áfram í hjarta, hún fyrir að veita. Já, það ótt að Sviss í laufi eða spaða þarna held ég, það alveg á hreinu. En að spila hann kannski með Áskong drottningu í spaða, þá þarf það akkurat að vera þannig að hann eigi það til þess að standi. Ef hann á þrjáist í spaða. Ég held að þessi líklega til þess að ekki til þess að spila spaða, svona frekar heldur en laufi. Já, sennilega. Það var ekki létt. Það var ekki létt. Hérna kemur þrjususpil. Já. Suður væntanlega opna bara 4 spöðum. Og norður spyr bara ása og þeir í 6. Já, einmitt. Fær engan ás. Já, þær fengu yfirslag, þannig að þetta við kannski sé núna hjarta tvist og það kemur vantilega 10 gosi út. Það hefur gert laufi gott. Nær því, ná því. Laufi liggur 4-3 hjá handstöðinni og það nóga innkomum í norðurhendina, þess að fría litin. Einmitt. Þannig að 5. laufi, sko, þeir eru búin að trompa litin 2 svar. Það verður sem sagt slagur. Akkurat. Og 1 hjarta fer í ásynna kongin sem sagt, þegar þú tekur. Þannig að það þarf hjarta út til að bana slemmunni. Þegar maður myndi nú leggja niður þennan blindan, sko, eftir að Makki opnar á 4 spöðum, það nú svektur að færi niður, sko. Einmitt. Eina sem það væri, það bara hjarta út og Makki rætti ekki drottninguna og ásdrottning fyrir aftan eitthvað svoleiðis. Akkurat. Gósi út, þetta fellur. Ég hef nú oft haft rangt fyrir mér í spádómum, en þetta nú sennilega það versta sem ég hef gert. Sko. Það nú að fara að endurskoða þetta eitthvað hjá mér. Það voru allavega engin lottómið eða getfrunin eitt í þessa. Nei. Það alveg á hreinu. Spilið sjálft nú ekkert voðalega spennandi. Hann svona smá teknilegt kannski að drepa kongin heima, spara innkomnar í borð. Akkurat. Það eitt sem að byrjendur ættu kannski að passa sig á þegar að spila svona spil. Drepa á réttum stöðum, það mjög mikilvægt. Rannar kann þetta allt saman. Sko. Nú fer hann bara í það að trompa laufið.
fer hún inn á Spaðaás, leggur niður laufkóng og leggur upp. 13 slagir. Já, er þetta ekki fyrsta spil sem hann fellur? Það féll þarna Já, fjall eitt á hann. eitt áðan, já. En þeir eru búin að vera í alveg svakalegu stuði, Heldur betur. málingamenn. Verða ábyggilega mjög erfiðir í undanúrslitunum. Algjörlega. Eða Ég trúi því. ætla að spila svona vel áfram. Jæja, það voru 3 spil eftir. Við spilum 14 spilaleiki. Vestur á enga opnun, norður. Í mínu bókum á enga opnun heldur, en flesti kannski myndu nú opna á 2 tíklum á þetta. Eða 2 hjörtum. Þetta finnst mér bara allt og léleg spil á þessum hættum. Manni finnst maður svo sjá það í dag, að það var að opna á allar hendur einhvern veginn. Já, Alveg, sko þegar þú ert að hindra þá ert að horfa á bakkan. Og algjörlega. þessar hættu, þegar þú ert áhættu gegn utan, þá myndi ég vilja eiga sko svo gosa 9 hjarta í viðbót og kannski smá skiptingu, Einmitt. ekki 3, 6, 2, 2. Eiríkur nú ekki hrættur svona, hann lætur bara vaða. Já, hvernig finnst þið þessi ákveðin að segja 3 grönd yfir 3 laufum? Það er bara fín. Jú. Málið er það í svona spilum oft sko, þá, þú veist, ef þú leggur niður þennan blindan í 3 lögum, svo kemur kannski bara út 1 spil í hjarta og þetta er allt trompa hægri og Algjörlega. vinstri. Það er alveg gott að glíma við einhver 3 grönd og með svona gott hjarta. Ég myndi giska að Eiríkur kæmi með spaða út hér. Ég ætla að tippa það líka. Sko, það er auðvitað gæti makker átt 2 hundi í hjarta og þá væri þetta ekki gott. Algjörlega. En líklegt þegar makker sko að við sért á hættu ekki utan, þetta er ekkert átó sko að spila út Nei. spaða sko. Maður vill oft gera eftir svona sagnir, sá litur gleymist oft, Algjörlega. sérst hinn háliturinn og makker kannski á þarna eitthvað 5 lit eða eitthvað. Þetta spil rennur bara heim eða kemur einhver tígursvis. Það er aldrei hissa á Hrannari að spila hjarta í slag 2, horfandi hennar blindan, ekki spila tígli. Nú er spilið bara komið. Hvað er að Já. spila upp á? Sko, nú á Sagnafi 3 á lauf, 2 tígur, 2 hjarta og 2 spaða. Nú er spilið bara komið heim. Er það ekki? Jú. En ef að Hrannar gefur þetta spil, samt þá bara ferðu heim, þá spilaru bara meiri spaða, eða ekki? Jújú, stendur alltaf þarna. Ja. Nú er bara, Það þurfti að koma tígursvis til þess að hnekkja þessu. nú á bara Rósmar í rest. Þetta var kannski dálítið letilegt hjá Hrannari. Já, ég held að hann var líka fljótur, hann ætlar að vinna 73-0, kannski hefur hann ekki nefnt að fara í Nei, nei. þetta, en ég er ekki viss hann átt að spila hjarta þarna. Það er nú bara alveg... Það þurfti að koma tígur til þess að bana þessu. Það þurfti að koma tígursvis. Já, alveg stór séns á að komist á blað núna.
Jæja, hvað finnst þið núna austurhendina? Þetta inn að koma eða ekki? Já, þetta inn að koma. Já, sammála. Verður að gera það. Þetta ekkert rosalega fallið spil þannig laga. Spil eitthvað, 10-13 grand eitthvað. Einmitt. Og 13 punkt og 6 lit. Og Markus Dekkur í game. Algjörlega. Jæja. 2 spaðar. 3 hjörtu væntanlega. Rósmari. 3 spaðar. 3 spaðar. 4 spaðar vinnast þá. Pass 4 spaðar. Já. Spáð því. Og Suður hlýtur að hækka þetta. Já. Svaka góða skiptingu. 10 spil í 2 mínútum. Já, mjög svo. Alltaf gott. Algjörlega. Það best að fá bara 10 út í þessu. Já. Heldur í... Eins og spilið þá skiptir engu máli hvað kemur út. Það eru bara 11 slagir. Akkurat. Gefur 1 á tígul og 1 á spaða. Eigum við kannski að svissa á hinleikin og klára þar. Þau eru aðeins og eftir í hinleiknum. Það er gaman að klára það bara. Algjörlega. Já, það hefur fallið spil 12. Það hefur líka unnið 3 grand. Það er bara ekki að komast á blað. Áttu nú mjög gott spil, sko, en... Þetta er stundur svona. Stundum þetta svona. Já, hér sáum við ansi sérstakt, sko, að þetta spila þeir ekki veikt. Nei. 2 hjörtu. Þeir spila þetta svona ég spila þetta svona líka. Já, þetta er á hættunni, þetta er... Það sem þú gerir það að þú ert að, sem sagt, með að koma inn á einu hjarta, svo kemur kannski 1 spaði, pass 2 spaði, þá ertu komin í smá vandræði, sko. Einmitt. Þú hefði sýnt þetta þarna í einni sögn hana, þú veist 6 litur og ágæti spil. Ég ætla að tippa að vera bara 4 spaðar hérna líka. Ellefu slagir. Já, Alda ættu að hækka þetta með svona, sko, hún á ekki engan tapslag í hjarta, sko. Góð skipting. Þetta eru svo spila sterkar hendur að eiga svona 10 spil í 2 litum. Þetta er bara... En hún er nú eitthvað að fara yfir þetta. Game á hættunni, láta vaða. Algjörlega. Það er mjög svartsýnt að reysa þetta ekki. Já, sko, svo líka oft í svona spilum, sko, þá er þetta oft þannig, sko, að þú veist 4 spað, þá bara 2 down og 3 spað stóð ekki. Akkurat. Það er alltaf að hækka hér við svona skiptingu. Og svo áttu, sko, þegar þú ert að spá í svona stöðum, þá myndi ég, alltaf eins og ég hugsa spilið, að hvað á ég í þeirra lit? Algjörlega. Og ég á ekkert veistið. Nei. Hjarta á sinn og ég á ekkert svona kóng eða drottningu. Þannig að punktarnir eru góðir. Það er líka að vita eftir að hann kemur inn á 2 hjörtum að hann eigi nokkuð góð spil, allavega opnun og 6 lit. Eftir það og heldur aldrei á hjarta ásnum sem að gott spil líka. Einmitt. Og Guðjón tekur undir 3 hjörtu, þannig að ég held að punktarnir hjá Makker nú líklega eitthvað annar staðar, þannig að... Og ef það er svíning eins og í Laufi, þá liggur það sennilega þegar Austur er búin að sýna opnun. Akkurat. Norður var náttúrulega bara með 13 punkta, vísu 4 í spaða, en drottningin önnur í hjartinu var ekkert fallegu punktur. Mér finnst sökin vera hér í Suður. Sammála því. Norður á ekkert svona,
ekki svona slagaríka hönd. Nei. Algjörlega svona jafnt, ásinn smátt fjórði, gósinn nýja þristum, þetta ekkert hvað það er. Akkurat. Þetta bara sá sem með 10 spilin í 2 litum, hann þarf að taka skarið. Þannig þetta bara. Þannig að hér annað sving. Þetta 10 bara viðbót. Algjör einstefna þessi leikur. Og því miður ekki spennandi. En það sem hefur gerst það að Málning búin að tryggja sér sæti í undanúrslitum. Einmitt. Og þannig að við fáum að sjá þá alveg örugglega aftur. Það nú gaman. Skemmtileg pör. Algjörlega. Getum við fengið að sjá hitt borðið aðeins? Við erum bara að klára 1 grönd, 3 grönd. Já. Já, þeir eru búnir hérna. Það eru búnir hér, þannig að við bara fylgjum hinu borðinu til enda. Það eru 1 spil eftir. Við erum að bæta 10 impum við hér. Ekki svo sem skiptir einhver máli, sko, þegar þú komin sko, í 20 þá getur ekki dunnið starra. Nei. Þannig að þú þarft 57 impa sko, til að vinna 20-0, þannig að þeir eru með 16 Akkurat. Auka impa hérna og fá 10 viðbót, þannig að það alveg saman hvað gerist í síðasta spili, það leikurinn endar 20-0. Ég fá nú kannski einhvern tíma síðar að sjá, kannski á næsta ári, kvennalandslið sína sig rétta. Það voru ekki alveg að gera það hér. Nei. Ég trú alveg á þar. Já, sama hér. Þetta algjörlega. Þetta sundur svona. Svona þetta stundum. Jæja. Þetta opnir í suður? Já. Já, sammála. Akkuru, sko, með þessa 11 punkta, þetta svona, eiga fjólið í spaða. Spaðin hæðst í liturinn. Akkurat. Í sakboksinu. Alltaf gott að eiga hann. Og svo ertu með svona smáskiptingu og góðan hérna lit, áskosi 10. 10 í laufi bindir litin mjög vel saman. Já, mjög svo. Til dæmis, hún miklu betri lauf 10 heldur þetta að veri bara kongu 10 í tíkli. Algjörlega. Þannig að þetta hönd sem ég myndi að opna og nú fáum við að sjá alvöru sögn hjá Guðjóni. Þetta svona, ef ekki kalla þetta bara svona TV-sögn, svona sjónvarssögn. 3 tíklar á þessar hundasúrur. 10, 9, 8 og 6 litur. Fólki geti kannski fundið þetta eitthvað voðalega skrítið, en þetta það sem við köllum sko, þú ert í smá svona frí stöðu, af því að makkin búin að passa og þegar þú opnar á hindrun í 3. hönd, algjörlega. Þá leyfa menn sér svona ýmislegt. Persónlega ég nú ekkert voðalega hrifinn af þessu. Ég gerði einu svona Evrópumóti og var tekinn 1400 dán. Það var illa við þetta eftir það. Gerir þetta aldrei aftur? Gerir þetta aldrei aftur? Nei, hann brosti ekki marga daga eftir það, hann Sigurbjörn, sko. Nei. Ég held að það var eitthvað voðalega sniðugt, allir að gera þetta. Gaman að horfa á svipinn á hann í borðið. Prófa þetta einu sinni og þá var ég bara tekinn 1400 dán. Jæja, hann á Sagnhafi hér, hún Argunur, á 5 slag á lauf og 2 tígur og áttu konið í 7, svo eftir hún alltaf með 2 slag á hjarta. Þannig að hér bara fer hún væntanlega bara inn á lauf og þetta er hjarta drottninguna að rúla, eða ekki? Jú, það er líklegt. Þannig að
Tryggja sér bara 9. slagi með eftir drottningunni. Meiri tígull og þá ætti nú ekki að vera flóki í vörninni að halda þessu í 9 slögum. Einmitt. Þannig að leikurinn ætti að enda 80, þá fær Málning 1 í viðbót. Þannig að leikurinn ætti að enda 84-0. Sem svo sem skiptir ekki máli, svo reiknast þetta í vinningsti og það er 20-0 sem er fullna, það er ekki hægt að vinna stærra. Þannig að já, flott hjá Argunni, tryggja spili bara núna. Nú er alveg svona hvernig spili liggur, þú ert alltaf að fara að vinna 3 grönd. Þú átt þarna núna 9 slagi. Og hún gerði mjög vel að, svo ég sagði, sko, taka sér smá tíma í slag 1, fara hans yfir þetta. Algjörlega. Hann græddi upp á að opna á 3 tíklum að fá tíul út, þannig að hann fengið 10. slaginn. Við getum sagt að það tókst allt upp hjá Málningu þessum leik. Já. Náðu sér impa hana, Guðjón. Ef það sagnaði gengið þess að pass 3 tíkla, pass doppl, þá þá líður þú kannski ekkert rosalega vel, sko. Nei. Og nú er hann með 2 7 þarna, Rúnar. Gat spila báðum, skipti ekki máli. Já. Þá lauk þessu. Þetta var svona, það var smá svona spennufall. Þetta var ekki gott. Við viljum helst ekki sjá svona. Nei. Gerist líka í síðustu viku. Þetta gerist, þetta er bara eitt af þessu slæma kvöldi sem að maður lendir í sundum. Ég var í Frakklandi og var þar að horfum á þetta sjónvarpinu þar bara. Þetta er svo mikið tækni í dag, við settum þetta bara upp og sáum Akureyringana. Algjörlega. Og nú eru þeir að fara að spila við mína menn í vikunni og þurfa að rúlla þeim aftur upp. Þess að fara áfram. Hvenær eru þið að spila þennan leik? Við ætla að vera ekki spila á miðvikudag eitthvað svoleiðis. Einmitt. Það verður vonandi. Ég sá að þessi leiki voru spilaðar á Bridgespace þarna sumir. Er það leikir sem eru spilaðar þá í vik, ekki á föstudögum eða? Já, það má spila á Bridgespace. Einmitt. Það má spila í heimahúsi og það. Einmitt. Bara ljúka þessum 14 spilum. Akkurat. Og við vorum búin að tala hvað er framundan í Britsinu. Það er Íslandsmótið í einminning og deildakeppnin. Deildakeppnin er næstu helgi. Er laugardag og sunnudag klukkan 10. Já, en það er ekki sem sagt, það er bara að vera að spila sko, það ráðast ekki úrslit. Nei. 4 efstu sveitina fara í áfram. Já. 4 neðstu falla í aðra deild. Og hina 2, hvað fara þær að gera? Það fara bara í svona á sjónvarpi bara þarna þegar í nóvember, þetta er sem sagt miðjan nóvember þá spilast seinni helgin í þessu. Einmitt. Algjörlega. Algjörlega. Þetta er svona, það er 4 að falla í aðra deild, það er ansið mikið. Já. En svona er þetta, en við sjáumst hér á vikuliði og ég þakka innilega fyrir kvöldið. Takk fyrir okkur. Verið sæl.